Já, ég myndi segja til dæmis að þegar við ræðum trúarbrögð þá blandist íslam ekki vel við vestræna menningu þó að mjög mikið af múslimum gerir það. Mér finnst mikilvægt að setja skil þarna á Hvað milli. er hægt fyrir því fram? Hvað segirðu? Hverju viltu meina það? Af hverju vil ég minna það? Já, hvað Já, er rökin til því? Ég myndi til dæmis byrja á að færa rök fyrir því með því að segja að það sé ekki eitt einasta land þar sem að hefur íslam að ríkistrú. Ekki einu sinni besta landi þar kemst nálægt í að vera svo versta land Evrópu þegar kemur að til dæmis fyrir konur. Ef ég á að nefna sem dæmi og nú á ég 3 dætur, þannig að þetta er ágefni fyrir mig til dæmis. Hvað er það sem að þú óttast fyrir hönd kvenna í Íslam? Í Íslam? Já. Já, meðal annars til dæmis að þar eru þær ekki í einu einasta landi taldar til jafns á við karla. Ég er mikill jafnréttissinni. Og er þá ekki jákvætt að fá fólk frá múslimalöndum inn í samfélög þar sem að þær eru litnar sem litið á það sem jafningja karla? Jú, það er því frábært ef það væri það sem við værum að færa þeim. En vandinn er að við tökum ekki inn nógu fáa til að þau, blandist samfélaginu almennilega, heldur myndast eins og hefur verið að gerast í mörgum Evrópulöndum, meðal annars Þýskalandi. Það myndast alls konar svona gettó þar sem að nokkrir frekir kallar taka yfir þessi hverfi eða hópa eða hvað samfélög, hvað þú vilt kalla þau. Og það eru þeir sem að halda áfram að kúga konurnar í þessu löndum í skjóli þess að við höldum verndarhendi yfir þeim. Nú hef ég sjálfur bara átt samskiptum við múslima bæði í Þýskalandi og Íslandi. Sömuleiðis. Og þetta hefur ekki verið gegnumgangandi þótt að ég þekki eitt dæmi af mjög ofbeldisfullum múslima karlmanni gagnvart konu sinni, en ég þekki fleiri dæmi af vestrænu fólki sem að þessar karlum sem kúga konuna sínar. Þannig að ég sé ekki hvernig þessi rök standast. Já, þessi rök standast náttúrulega á margan hátt. Ég tók nú saman, eins og ég segi, ég er ekkert gaman að skella á þig einhverju tölfræði sem þú hefur kannski ekki kynnt þér. En bara ef við tókum, ég rendi við tölu Stígamóta sem dæmi sem að voru að tilkynningar frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu yfir heimilisofbeldi. Og þar er að sjálfsögðu þegar fólk var að benda á það og hlæja því að Íslendingar væri nú greinilega vestir, sem að Íslendingar voru með 70% af tilkynningum eða til Stígamóta og lögreglu. Og aðilar utan Evrópu voru nú bara með rúm 10%. En aðilar utan Evrópu eru bara 2% af samfélaginu sem þýðir að ef við höfum áhyggjur af heimilisofbeldi yfir höfuð, þá var samkvæmt þeirra eigin tölfræði meiri munur á körlum og konum heldur en Íslendingum og karlmönnum utan Evrópusvæðisins. Þeim til heiðursreyndar þá voru karlmenn, útlendingar sem voru innan Evrópu með lægsta hlutfall heimilisofbeldis. Þetta voru bara þeirra eigin tölur. Já. Karlmenn voru 3,5 sinnum líklari til að vera lögregla að skiptast þeirra heimilisofbeldi heldur en konur. En hinir voru 4 sinnum algengara með að við höfðatölu heldur en Íslendingar. Og í þessum tölum hvort að tilkynningarna komi frá þolendum eða hvort það komi frá utanaðkomandi aðilum? Nei. Því að meira að segja erlenda konur samkvæmt Stígamótum sjálfum mun óleiklegri til að tilkynna heimilisofbeldi. Þannig að hlutfallið er líklega enn verra. Það er það sem ég hefði haldið, en ég myndi líka halda að Íslendingar sé líklegri til að tilkynna ofbeldi gagnvart útlendingum af hendi útlendinga frekar heldur en Íslendingum gagnvart Íslendingum. Það getur vel verið.